Komið sæl, ég heiti Ardís og þetta ungmennabókin mín Sólgos sem fjallar það þegar rafmagnið fer og rafmagnið kemur ekki aftur. Og hún fjallar það hvernig samfélagið þróast þegar allt hrynur, öll kerfi eru hætt að virka. Ég ætla að lesa kafla sem gerist á degi 73 frá því að rafmagnið fór. 72 sinnum fólk búið að vakna að morgni, athugast rafmagnið sem komið aftur og komast að nei, þetta lífið í alvörunni svona. Og dagur 73 aðfangadagur af því það nú að koma jól. Það var ótrúlega mikið myrkur. Ég hafði aldrei skilið það, fannst mér núna hvað myrkrið var svart. Þegar voru jólaseríur í öllum gluggum, ljósastaurar á nokkurra metra fresti, auglýsingaskilti og umferðarljós, þá gat maður ekki skilið það. Við pabbi og Ásrún höfðum ákveðið að setja 3 rafhlöður í ljósaseríu sem við myndum kveikja á klukkan 6 í kvöld. Við reyndum að spara rafhlöður en okkur langaði að gera eitthvað til að fagna jólunum. Við fylgdumst með á klukkunni í eldhúsinu hvenær hún var 6. Við höfðum rafhlöður í henni. Þegar klukkan sló kveikti Ásrún á ljósaseríunni. Eftir andartak byrjaði hún að syngja. Heimsum ból. Pabbi tók undir og ég gat ekki annað en sungið með þótt ég hefði fyrirfram sagt að það yrði asnalegt. Gat ekki annað en látið kunnulega laglínuna grípa mig, gat ekki annað en leyft orðum sem einhver annar hafði raðað saman myndast á vörunum á mér. Það var betra en að velja mín eigin. Við borðuðum andalæri, þau komu úr dós og dósir geymdust vel án þess að vera í kæli. Það var rauðkál með þeim og grænar baunir, litlar soðnar kartöflur, sósa úr bréfi. Ég fékk appelsín, þau rauðvín. Þetta var ótrúlega venjulegur jólamatur, það eina sem vantaði var eitthvað ferskt. Það var ekkert salat með granateplum, engir ávextir. En annars hefði þetta næstuði geta verið venjuleg jólamáltíð þótt hún væri elduð á grillinu út á svölum. Ísinn sem við höfðum í eftirrétt var ekki eins og ísinn fyrir sólgosið, en hann var búinn til úr súkkulaði, sykri og rjóma frá Rauðku og þegar hann var kominn í spariskál varð hann mjög hátíðlegur. Ég hugsaði mömmu. Þetta var fyrsti aðfangadagurinn í lífi mínu þar sem ég hitt hann ekki. Stundum höfðum við ekki verið saman kvöldið en þá höfðum við samt alltaf sést. Hvernig hafði hún það? Átti hún andalæri í dós í Íslandi. Öðru hvoru runnu tár niður kinnar Ásrúnar en hún þurrkaði jafnóðum burt. Það var ekkert hægt að tala hvað væri að, það var allt að, þótt við hefðum það svona gott. Það vantaði svo marga. En pabbi var glaður þessi jól, hann sat í hægindastól í stofunni og horfði á ljósaseríuna og kinkaði öðru hvoru kolli. Það var konfekt í skál á borðinu og kerti. En við fórum öll snemma í rúmið, við slökktum á seríunni, svo rafhlöðurnar dygðu til þess að lýsa líka á jóladag. En á jóladagsmorgun þurfti ekki neinar seríur. Birtan var einmitt allt og mikil. Þegar ég vaknaði hugsaði ég fyrst að væru bíljós að lýsa henni í herbergið eða ljóskastari. En svo vaknaði ég almennilega, reisti mig upp og kíkti út. Heilinn var í nokkrar sekúndur að skilja þetta. Blokk í næstu götu var í ljósum logum. Það var ekki bara eldur í einni íbúð, ekki bara logar út 1 eða 2 glugga. Húsið virtist allt standa í björtu báli. Í svo skínandi björtu báli. Ég ætla að ljúka þessu hérna. Þakka fyrir mig og óska gleðilegra jóla.